tekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, það er dapurlegt, það er í raun og veru þyngra en tárum taki að til þeirra hluta skuli nú þurfa að koma sem raun ber vitni. Þetta hefði að sjálfsögðu aldrei átt að fara svona og þetta þurfti aldrei að fara svona. En við stöndum frammi fyrir neyðarkostum og það er ekkert annað að gera en að lágmarka skaðann. Lágmarka skaðann fyrir almenning, lágmarka skaðann fyrir íslenska þjóðarhagsmuni og lágmarka skaðann fyrir framtíðina, fyrir börnin okkar og barnabörnin og komandi kynslóðir, þannig að þær beri sem minnstan skaða af því, af þeirri ráðsmennsku sem að við núlifandi kynslóð ráðamanna og viðskiptalífs berum ábyrgð á. Ég gæti sagt hér margt vinnubrögð, ég gæti sagt hér margt seinagang, ég gæti sagt hér margt tilgangslausa kaffidrykkju yfir einskisverðum hlutum borið saman við það sem nú er í húfi. Ég gæti sagt margt andvaraleysi, en það þjónar litlum tilgangi nú. Gagnvart þeim víðtæku heimildum, því neyðarvaldi sem menn ætla nú hér að taka sér með lögum til þess að skipa fyrir hluti í fjármálakerfinu, þá segi ég hins vegar, og það skal vera alveg skýrt, hér verða margir að axla ábyrgð og sæta ábyrgð, viðskiptalegri og siðferðilegri ábyrgð, lagalegri ábyrgð og pólitískri ábyrgð, og eftirlitsaðilar eru hér ekki undan skildir. Það munu margir verða fyrir miklum skakkaföllum, það er óumflýjanlegt. Og þá skulum við líka fara ofan í saumana á því. Eru aðrir og hafa aðrir á sama tíma verið að hirða burtu mikla fjármuni og koma þeim jafnvel fyrir á fjarlægum eyjum? Getum við náð til þeirra? Eigum við ekki að reyna það? Er það ekki sanngjarnt? Jú, við eigum að gera allt sem við getum til þess að tjón almennings verði sem minnst og hinir sem ábyrgðina bera verði að sæta henni. Það eru ýmis atriði í þessu frumvarpi að sjálfsögðu sem að þurfa skýringa við, því það hefur verið samið í miklu hasti og það mun verða gert í nefnd eftir því sem nokkur kostur er. Ég vil segja eitt tiltekið efnisatriði frumvarpsins sem varðar heimildir Íbúðalánasjóðs til að endurfjármagna lán almennings með veði í íbúðarhúsnæði sem veitt hefur verið af viðskiptabönkum og sparisjóðum, að það atriði liggur nú þegar fyrir þessu þingi í frumvarpi fluttu af þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Þannig að sjálfsögðu styðjum við það að Íbúðalánasjóður fái þessar heimildir og ég segi nú enn, mikið óskaplega mega menn nú vera þakklátir fyrir að eiga Íbúðalánasjóð, að hann er til staðar og getur núna tekist á við vandann með okkur. Og hvað segja spekingarnir sem vildu hann nú feigan sem ólmast hér á undanförnum misserum? Hugur manns á þessum tíma er auðvitað fyrst og fremst hjá þjóðinni. En ég verð að segja að hugur minn er líka hjá mörgum almennum starfsmönnum í þeim fyrirtækjum sem hér eiga í hlut, sem hafa unnið af trúmennsku og samviskusemi sín störf. Og það ber líka að hafa í huga að við berum ábyrgð gagnvart þeim eins og auðvitað öllum öðrum sem saklausir eru verða fórnarlömb þessara óskapa. Nú er það svo, herra forseti, að stjórnarandstaðan hefur boðið fram útrétta hönd undanfarna sólarhringa, boðið fram aðstoð sína og í raun setið og beðið. Ríkisstjórnin hefur valið að reyna að gera þetta hjálparlaust, þangað til þá í morgun að við áttum ágætan fund með forystumönnum ríkisstjórnarinnar og aftur eftir hádegið með sömu mönnum og seðlabankastjóra og forstöðumanni fjármálaeftirlits. Þetta voru eftirminnilegir fundir sem örugglega verða og þar voru loksins spilin lögð á borðið og menn horfðust þá loksins í augu við hlutina eins og þeir eru.
en voru því miður að mestu leyti fyrirsjáanlegir að mínu mati miðja síðustu viku. Í ljósi þessa er auðvitað skýrt að það er ríkisstjórnin sem hefur stýrt hér verkum og ber hina pólitísku ábyrgð, og þau samskipti sem hún hefur átt við okkur jafngilda að sjálfsögðu ekki því að við séum gengin undir hana með ábyrgð á þessu máli. Við munum skoða það og okkar afstaða birtast þegar máli kemur hér til atkvæðagreiðslu. Það eru gríðarleg verkefni framundan, því hér erum við ekki að ljúka verki heldur þá að hefja það. Það verða gríðarleg verkefni framundan að vinna landið upp úr öldudalnum og að vinna úr þessum málum, og það mun skipta miklu hvernig mönnum tekst til í þeim efnum. Ég vil láta það koma hér fram strax og beini þeirri áskorun til ríkisstjórnar og stjórnvalda að það verði settur tafarlaust af stað viðbúnaður til þess að aðstoða almenning, til þess að aðstoða þá sem eiga mikil tíðindi í vændum í tengslu við þetta mál, svona með svipuðum hætti og við gerðum daginn þegar jarðskjálftinn reið yfir Suðurland. Ég held að það eigi á næstu klukkutímum, að minnsta kosti sólarhringum, að opna miðstöðvar þangað sem fólk getur leitað og fengið úrlausn, fengið upplýsingar, fengið svör og fengið ráðgjöf. Og þetta þarf að gera strax og fumlaust, og slík þjónusta þarf að vera til reiðu út allt land. Í raun má líkja þessu við efnahagslegar náttúruhamfarir, nema þessar eru að vísu af manna völdum. Fleira ætla ég ekki á þessu stigi að segja. Málið mun fara til nefndar og fá þar skoðun eftir því sem nokkur kostur er við þessar erfiðu aðstæður. Við munum ekki leggja stein í götu þess að það fái hér skjóta afgreiðslu, enda ekki annað að ræða, það er ekki annað í boði.